Og við höldum áfram með föstudagsþáttinn og fyrsti gesturinn minn í nýju setti Sesselja Ingibjörg sem nýtekin við sem framkvæmdastjóri Eims. Vertu hjartanlega velkomin í settið til mín. Takk fyrir og til hamingju með nýja settið. Já, þakka þér fyrir og til hamingju með nýja starfið sömuleiðis. Takk fyrir. Svona til að byrja með, þá kannski fræðir okkur örlítið það hvað Eimur því að það ekkert allir sem held ég vita það. Nei, nákvæmlega. Við erum svona auðvitað bara nýbyrjuð, ég og Ottó Elíasson og hann komst í byrjun ekki með mér í dag því hann veikur. Sendum kærar kveðjur til hans, batakveðjur og baráttu. En Ottó, svo ég byrjun á honum, því að hann svona, að mér finnst hann vera svona skrautfjöðurinn okkar í þessu verkefni, því að hann náttúrulega sprenglærður, eðlisfræðingur og mun svona sjá svona rannsóknar og þróunarmálin fyrir Eim næstu 3 árin. En Eimurinn kannski má segja að þetta sé svona þrennt. Þetta þekkingar, við erum svona tengja saman 3 hluti. Þekkingarsamfélagið, atvinnulífið og grasrótina. Og þekkingarsamfélagið, þá erum við kannski, það Ottós hluti í þessu, hann mun svona koma inn með vísindin og við munum að fara að sækja stóra styrki og svolítið svona kortleggja þetta svæði hér og svona sýna fólki þessi tækifæri sem eru á þessu svæði og við ætlum að bara þekkja svæðið bara eins og hendina á okkur eftir þessi bara á næstum mánuðum. Atvinnulífi viljum við svo reyna að taka betur inn í þetta, bara fá í rauninni bæði tengja þau við þá hvað í boði, hvað hægt að gera og við erum svona svolítið að horfa á matvælageirann þar, matvælaiðnað og hringrása hagkerfi og svoleiðis og svo grasrótina og það eru auðvitað bara frumkvöðlarnir og bæði bara ætlum við að vera með nokkra íventa á næstunni þar sem við ætlum að fá fólk úr atvinnulífinu og úr þekkingarsamfélaginu og grasrótina alla á sama stað og vonandi búa til eitthvað stórfenglegt. Já, þetta snýst kannski oft að tengja aðila saman og eins og segir, bara efla nýsköpun almennt. Í rauninni þetta snýst svolítið, okkar eiginlega bara að finna fólkið, tengja við rétta fólkið og kannski líka ekki síst að kortleggja fyrir sveitastjórninni á svæðinu. Þetta auðvitað, eins og SSNE hluti af þessu verkefni og okkur langar rosalega mikið til þess að svona sjálfbær kortlagning eða svona þeirra svona kjarnastarfsemi í sveitafélögum bara í framtíðinni munu snúa svolítið bara svona sjálfbæra þróun í atvinnulífinu. Já. Þannig að við erum með ákveðna hugmyndir hvernig við ætlum að gera það og hvernig við ætlum svo að kynna það fyrir sveitafélögunum á svæðinu. Akkurat, frábært að heyra. Og þannig að margir hafa heyrt þetta nafn Eimur en vita kannski ekki nákvæmlega einmitt fyrir hvað fyrirtækið stendur. Ég man til dæmis eftir var það ekki Eimur stóð fyrir samkeppninni nýtinguna á heita vatninu úr Vaðlaheiðargöngum til dæmis, var það ekki? Það passar, akkurat. Já. Þannig að þeir eru búin að gera svona ýmislegt og þetta auðvitað nýtt verkefni og þetta það eru svona hagsmunaaðilar á bakvið eða hagaðilar sem eru Landsvirkjun, Norðurorka, Orkuveita Húsavíkur og SSNE. Þannig að þeir eru rauninni, það er þeim að þakka að Eimur til og nú erum við svona rétt búin að vera að kynnast öllu þessu flotta fólki sem vinnur í þessum fyrirtækjum og stofnunum og þau eru búin að vera dæla í okkur upplýsingum orku og jarðvarma og allt á þessu svæði og við vorum einmitt í ferðum síðustu viku þar sem við fórum með Kristjáni Þór frá Húsavík og Sigurði Markúsinni sem bara hann svona maður sem bara með endalausa þekkingu og Völu Valþór sem einmitt sama, hún svona sú sem búin að vera að reyna að fá fjárfestin á svæðið, erlenda fjárfesta og komið svolítið þá sín og lögfræðingur og þetta var ótrúlega skemmtileg ferð og og við gerðum reynda mikið grín að því að við Ottó spurðum mjög ólíkar spurningar. Ottó var mjög mikið í svona þessum tæknilegu og eðlisfræðilegu málefnum en ég var meira svona, já, ok, þetta borhóla. og en þetta var skemmtilegt, ótrúlega gaman. Ég trúi því og maður gerir sér ekki endilega grein fyrir því, ég held að fólk, hvað það mikið á landsbyggðinu, ofta á litlum svæðum, hvað eru ótrúlega mikil verðmæti fólkin í bara þessari orkunýtingu og hvað þetta gera
fjölbreytta hluti. Já, og svo þetta bara orðið svo flott, sko, það svo margt einhvern veginn búið að skapast í kringum, bara eins og Þeistareiki og Kröflu og ég bara hvet fólk til þess að taka rúnt og þarna á þetta svæði og sjá. Það mjög skemmtilegt og fróðlegt. Já, ég mun nýta tækifæri meðan það ekki verið að snjóa og svona því þetta skemmtilegur sunnudagsrúndur. Algjörlega, það alveg margt allavega fróðlegt að sjá. Já, og hver heldur að verði ykkar svona næstu skref? Sko, nú erum við kannski svolítið bara í því að móta okkur svona stefnu fyrir næstu 3 árin og ætlum svona að reyna, svona kortleggja þetta svolítið fyrir okkur, þannig að við höfum einhverja sýn, þó ég veit að það mun ýmislegt svona bætast við hjá okkur, bara eins og gerist í nýsköpun. En svo svona langar okkur til að, eða það eitt stórt verkefni sem var á borðinu þegar við í rauninni komum að þessu og það verkefni sem snýst svona samfélagsgróðurhús sem við erum með hugmyndum að opna á Húsavík og þetta verkefni sem Evrópuverkefni og unnið með fleiri aðilum og við erum svona, á Íslandi erum við okkar hluti að því var að búa til svona samfélagsgróðurhús þar sem við ætlum að nýta einhvern stað sem nú þegar til og svona byggja hann upp og þá getur eldri borgarar komið að þessu, kannski eitthvað fyrirtæki á svæðinu og við ætlum að reyna að keyra þetta í gegnum svona Karolínufond og fjármagna bara með íbúðum á svæðinu. Það ótrúlega spennandi verkefni og Otto sem komin aðeins lengra með það og ég svona dett inn í það. Þannig ég held að það verður kannski það verkefni sem við gerum fyrst. Og svo ætlum við að setja upp alls konar svona vinnusmiður fyrir frumkvöðla og tengjast þeim og auðvitað erum við bara núna svolítið að segja góðan daginn við sem flesta og koma okkur inn í málin. Sjálfsög. Þetta hljómar ótrúlega spennandi samfélagsgróðurhús. Maður hefur ekki heyrt þetta áður. Nei, nákvæmlega. Það svo mikið að tækifærum hérna á þessu svæði og við erum bara held ég mest spennt fyrir því að geta bara sagt öllum frá hvað hægt að gera hérna og framtíðin svolítið held ég mun snúast að finna nýja lausnir í matvælum og við erum alltaf að verða fleiri og fleiri í þessum heimi og mun vanta prótein og umhverfismálin eru stór og verða stærri og ég held að við munum bara ekki taka neinar ákvörðunum að hugsa umhverfið fyrst eftir bara við gerum það örugglega einhverju leyti núna í dag en það mun vera ríkara og ríkara. Já, alltaf hægt að gera betur. Já, ég held það sko. Þannig að þetta ótrúlega spennandi. Mér ekki spurning. Ég bara hlakka til að fylgjast með ykkur. Þeir eru greinilega stimplingur inn af krafti. Já. Ég bara segi gangi ykkur vel og þakkaði kærlega fyrir að vera fyrsti gesturinn minn í þessu nýja setti. Já, takk fyrir. Þetta verður spennandi að fylgjast með, Vili. Þú ert eftir að gera þetta mikið læsi bara. Þakkaði fyrir sömuleiðis. Takk fyrir komuna.